Ég veit ekki neitt peninga. Þú veist, ég bara vandræðalega vitlaus þegar kemur á peningum. Hvernig auðveldast að verða ríkur? Þá hef ég svona sagt að ég sé svartsýn en hress. Það ekki að leggja mat á það hvort það séu of margir kapitalistar. Ég hef eina vinkonu sem var alltaf að tala hérna, manna langaði svo rosalega mikið til að vera rík. Já. Verðbólga, Hækka vexti, stýrivexti, verðbólga. Þetta kannski ekki nógu krasandi svör, sko. Ég heiti Halla Gunnarsdóttir og ég formaði VFR. Ég heiti Karin Áslaugu Vignisdóttir og ég er að starfa í Seðlabankanum og þar aðalhagfræðingur bankans, þannig að ég stýri þar með hagfræði og peningastefnu sviði bankans. Ég veit ekki neitt peninga. Þú veist, ég bara vandræðalega vitlaus þegar kemur á peningum. En ég veit samt að ég á rosa lítið af peningum, mikið af skuldum. Þú veist, að því að, þú veist, samt var ég einhvern veginn heppinn að geta keypt mér íbúð og fengið lán og svona. En ég bara, þú veist, ég bara skil ekki neitt. Það er alltaf verið að tala það er alltaf verið að tala þenslu og stýrivexti og verðbólgu. Getur þú útskýrt þessi einföldu hugtök fyrir mér, bara í stuttu máli, svona eins og ég var í 12 ára eða eitthvað? Verðbólga í rauninni bara að segja okkur að verð hafi hækkað á milli ára. Það þýðir ekki þá að vera að tala að einhver ein vara eða tvær vöru hækkuðu í verði, heldur þetta sé svona verð að jafna því að hækka yfir tíma og þá búið að gera kannanir á því hvað fólk að kaupa og hvernig þjónustu fólk að kaupa svona meðaltali. Ok. Þegar að verðbólga fer yfir markmið og lengi yfir markmið, að þá þarf Seðlabankinn að bregðast við og með því að hækka vexti, til dæmis núna eftir bara farsóttina og þá var og í efnahagsbatanum eftir farsóttina þá var mikil svona umfram eftirspurn í samfélaginu. Það var mikil eftirspurn, fólk í rauninni þá að mikil eftirspurn eftir vörum og þjónustu og atvinnuleysi var frekar lítið og þá jókst verðbólga, hún fór hæst upp í núna 10%. Og Seðlabankinn í kjölfarið hækkaði vexti til þess að reyna að ná þá verðbólgu niður og í rauninni líka verið þarna bara að hugsa að auka velferð fólksins í landinu og hugsa almanna hagsmuni, að því að verðbólga bara kemur niður á öllum, sérstaklega kemur hún vest niður á tekjulægri hópum og þannig að það bara markmið bankans að ná verðbólgu sem fyrst niður í markmið og það hefur síðan gengið hægar heldur en til var ætlast. Það ýmsar ástæður fyrir því. Ef ég að skilja það sem þú sagðir, það verðbólgan gerist þegar að verð á vöru hækkar og þá svona verðið bólnar út en sko það lítur þá einhver að vera að kaupa þessa dýru vöru, það ekki bara verslanirnar og þjónustan sé að hækka og það þú veist, eða skiptir það einhver máli ef að færri og færri að borga þessa dýru þjónustu? Jú, einmitt. Jú, akkurat. Ef þú hugsa bara alla framleiðslu þættina, bara vinnuafl, tæki og tól, ef að það verið að nýta þetta allt af fullu, þá það svona framleiðslu getan í hagkerfinu. Og ef að það mikil umfram eftirspurn, að þannig að það verður þá til dæmis bara einhver skortur, það ekki nógu mikið af fólki til dæmis að því að það bara svo mikil eftirspurn, það mikil eftirspurn eftir þessum vörum og þjónustu, að þá hækkar verðið á þessum framleiðsluþáttum, þannig að það hækkar verðið á vinnuaflinu og það hækkar þá verðið á þessum tækjum og það getur síðan leitt til þess að verðbólga eykst, af því það bara í rauninni svo mikil spenna í þjóðarbúinu. Þá verður þetta til þess að verðbólga eykst. Þannig að já, það þá geta fólks líka á sama tíma verður þá meiri. Það kannski til dæmis búið að vera talsverðar launahækkanir á undanförnum árum. Ok, en sko ég líka bara velta fyrir mig, hverjum þetta að kenna? Ég á aldrei pening, skilur. Þannig að ég ekki að eyða ógeðslega miklum peningum. Bara hver að eyða öllum þessum peningum? Hver ber svona lykil ábyrgð á hækkun stýrivaxta og verðbólgunni? Það í rauninni þetta ekki einum að kenna. Þetta rosalega góð spurning og ef að þú
það sem fólk þarf að skilja til þess að reyna svona fara eins ofan í svörin við þessu að hagfræði er ekki raunvísindi. Þetta mjög svona hugmyndakent og í rauninni ideológísk viðfangsefni og þetta allt sem hann búið til út frá því sem bara ákveðið, svona pólitískt ákveðið á hverjum tíma, til dæmis hvaða sem að þú tekur inn í neysluvísitöluna og síðan til hvað aðgerða þú grípur. Og erlendis mjög frjó umræða hvernig bara verðbólga verður til og hvað það gerir í henni, hvort það hefur verið rétt að lækka vexti svona mikið á COVID-tímanum eða ekki. En hér oft látið eins og það sé bara eitt rétt svar. Það sé bara próf og það eitt rétt svar og allir eiga að vera sammála svarið. Svo þetta rífast það hvort að Seðlabankinn ætti að hækka vexti örlítið eða lækka það örlítið, en við sitjum uppi með rosalega háa raunvexti og raunvextir stýrivextir að frádreginni verðbólgu og einhverju þá allra hæstu. Við erum einhverju hæstu stýrivexti í bara löndum sem við berum okkur saman við. Hvort að fara til landa sem stríð eða eiturlífastríð eða eitthvað svona rosalegt í gangi til að finna hærri stýrivexti. Og við höfum ekkert fengið einhver almennilega skýringar á því af hverju þetta þarf að vera svona miklu meira öðruvísi hér en annars staðar. En stýrivextir, þeir pínu okkur mjög mikið og fyrir fólk sem var kannski með óverðtri lán, það var að sjá greiðslubyrði lána sinna fara upp 100, 200 eller 250.000 krónur á mánuði þegar vextir losnuðu. Þegar við erum líka að horfa á efnahagsmálin og við erum að greina þetta og við erum að spá fyrir framvinduna í bankanum, þá erum við að horfa á heildarmyndina og það hlutverk Seðlabankans þarna að horfa á heildarmyndina hvað þetta varðar. Þannig að við erum ekki að horfa að taka út einhver einstaka hópa, bara það þessi hópur hérna og hann að eyða allt og miklum peningum. Við erum náttúrulega að horfa á heildarþróunina, þannig að þegar við erum að tala mikla eftirspurn eða hvernig staðan á vinnumarkanum og þá erum við náttúrulega að reyna að horfa á heildina. Og ég upplifði svona pínu að orsökin, á þess að þú hefur sagt það, orsökin sé ekki að finna hjá venjulegu fólki, bara fólki sem að lifir tæplega útborgu laun milli mánaða, þú veist, fólk sem að jafnvel bara nær því ekki einu sinni, en einhvern veginn finnst mér eins og lífsgæði, efnahagsleg gæði fólks versni, en samt alltaf að tala einhvern veginn að það mikið spenna og við erum á stýrivexti. Ég einhvern veginn sé ekki hvernig það gengur upp og af því að ég bara pæla, hvernig get ég eignast peninga? Hvernig get ég fengið fullt af peningum og bara látið peningana vinna fyrir mig og skilurðu? Já, ég held ég sé klálega ekki með svari við því því miður, hvernig auðveldast að verða ríkur. Á heildina bara staða heimila nokkuð sterk og já, hvernig maður, engin svörandi við hvernig maður verður ríkur. Ég heldur bara að það sé mikilvægt að taka svona skynsamlegar ákvarðanir í fjármálum eins og hægt Þetta það miservitt. Ég eina vinkonu sem var alltaf að tala hún var að tala hann að langaði svo rosalega mikið til að vera rík. Já. Og þetta var, á þessum tíma var hún bara einsta móður, bjóð einhverju blokk og hún var alltaf sem langaði svo að vera rík og var svo æðislegt að vera rík. Og svo spyr einhver vinnur hennar hvað meinar þú, hvað er að pæla? Svona, mér langar bara svo, að vanta stígvél og krakkana á, geti bara keypt þau og ég get bara farið með þau í sumafrí og ef það einhver íþrótt sem þau langar til að æfa og geti bara, græja það og í hennar huga var þetta það að vera rík. Já. En síðan annan hóp í þjóðfélaginu sem hópurinn sem ápenninga og háir stýrivextir, það bara geggjað fyrir þann hóp. Að því að ef þú segjum að þú sért 72 ára, þú minnkaðir við þig, áttir húsið þitt skuldlaust, minnkaðir við þig, 30 milljónir á bankabók, bara svona sparnað, að þá ertu að fá kannski 2 milljónir ári í vaxtatekjur sem að þú borgar minni skatta af heldur en við borgum á launavinnun okkar. Þannig að þú ert í rauninni setur Seðlabankinn peningi umferð hjá sumu fólki en tekur hann af öðrum. Og það það sem að margir hafa verið að benda á að þú ert að auka á ójöfnuð á milli einstaklinga einhver leyti kynslóða. Ok, en þá ég að reyna að skilja aftur stýrivexti. Ef að stýrivextir eiga einhvern veginn svona, róum okkur núna, við ætlum að setja bara að keyra stýrivextina og bara róa partíið.
og bara partíið löngu búið hjá mér sko og flestum í kringum mig en ennþá eru stýrivextir og ég bara síðast þegar það kom hækkun nei, það kom ekki lækkun, þetta er búið að vera að lækka eitthvað pínlítið og þá var ég bara eitthvað svona, ok, það er allt bara eitthvað rugli hérna og þá í alvörunni, ég skil ekki hvernig er hægt að setja svona meðaltals kerfi á sem að býtur virðist vera með eins og ég skil þetta og með við fólki sem ég hef talað við og eins og þú útskýrir býtur mest fólki sem að er bara rétt að skrimta launasælun á milli getur, þú veist, er einhver önnur lógík þarna, þú veist, sem að réttlætir þetta? Nei, sko ekki nema bara svo að Seðlabankinn hefur bara þetta eina tæki og verðbólgan er á há og hans lögbundna hlutverk er að ná henni niður og hann hefur hefur voðalega lítið annað heldur en stýrivaxtatækið. Það eru margir orðnir sammála að stýrivextir einir og sé bara ekki nógu gott stýritæki í efnahagsmálum og þessar öld, sko. Það er oft talað kapitalisma. Þú veist, getur verið að vandinn í okkar samfélagi sé að það eru margir kapitalistar? Það er ekki að leggja mata á hvort það séu margir kapitalistar, veist, mikil umsvif á húsnæðismarkaði, veist, það er gengur vel og það gengur vel að selja húsnæði þegar það staðan er þannig og það er kannski uppsveifla almenn bara í hagkerfinu að þá náttúrulega gengur þessum greinum betur, veist, og þegar það er almennt mikil uppsveifla þá gengur þeim greinum vel og svo þegar að hægir á að þá náttúrulega hefur það áhrif síðan að þá dregur úr þá hagnaði fyrirtækjana En að því að markmið er mitt að halda verðbólgunni niðri, 2,5% eða eitthvað en ef þú og Seðlabankinn gætu svona valið einhvern hóp í samfélaginu og sagt, slaka þú aðeins á, þú ert að aðeins að þú ert að skapa smá vesen, sko. Er einhver hópur sem að þú sér í samfélaginu sem þyrfti svona aðeins að slaka á? Nei, aftur, þetta er kannski ekki nógu krassandi svör, sko. Aftur, það er í rauninni ekki hægt að benda á einn eða neitt. Við erum bara, það er verið að huga að bara heildinni, við erum að reyna þá að hafa áhrif á bara heildar þróunina og það hefur tekist, það hefur hægt verulega á, það er hagvöxtur hefur minkað og það hefur dregið úr umsvifum og verðbólga hefur minkað þannig að það er rauninni ekki okkar hlutverk að benda á einhver tiltekinn hóp. Þegar að vexti voru hækkar er það til þess gert að hægja á þessum umsvifum, þannig að í rauninni ætla að reyna að draga úr þessari spennu sem var búin að myndast og hægja á umsvifum þannig að fyrirtæki þá með því að fólk þá kannski getur ekki keypt eins mikið, það þarf að borga til dæmis kannski hærri vexti af lánunum sínum þá kaupir það ekki eins mikið af vörum og þjónustu og þá eiga fyrirtækin erfiðar vik að hækka verð og það verður þá til þess að verðbólga minkar og verðbólga hefur vissulega minkað frá því fyrra og við spáum því að minki áfram á næsta ári. En og síðan er náttúrulega fullt af fólki sem er farið að gaggrina þetta og sífellt fleiri og ekki bara við sem erum komið frá svona vinnum að almannahag, það eru líka bara fjárfestar farnir að gaggrina þetta, verktakar farnir að gaggrina þetta, en náttúrulega áhyggjur af því hvað áhrif þetta hefur á húsnæðismál, ekki bara núna heldur til framtíðar, að því að verktakin sem ákveður að byggja ekki núna því að vextir eru svo háir að hann er að valda verðbólgu seinna út á húsnæðiskorti en verktækin sem ákveður að byggja núna í svona háum vöxtum, hann er að velta vöxtunum út í verðlagið sem hefur áhrif á verðbólgu líka þannig að það er alveg sama hvar þú grípur niður það hefur áhrif en gaggrinin er að koma út af þessu hversu lengi á að halda áform að kreista þig í vonum að verðbólgan hérni. Nú hugsa ég það var 10% verðbólga, matur að hækka, þú veist, lánakjör til þess að endur fjármagna eða kaupa sér íbúð einhvern veginn orðið erfiðara. Ég bara veltaði fyrir mér á síðustu árum þá allan hef ég svona sé kringum og upplifa sjálfur bara, það er bara eins og að sé kreppa í gangi. En það hefur aldrei neitt nokkuð tíman talað að það sé kreppa. En
ég veit ekki hvort það séum í kreppunni eða nýbúin í eða komast upp úr en akkur var aldrei talað kreppu og var þetta ekki kreppu og hvað þarf til að það sé talað kreppu? Já, þetta sé nú alveg talað kreppu þegar það þegar aðstæður eru þannig en það kannski ekkit eitthvað eitt viðmið þannig að þegar við tölum kreppu þá það svona, þá langvarandi tímabil það sem verið það sem dregst úr eða sem landsframleiðsla dregst saman þannig að yfir eitthvað langt tímabil og en það líka þá aðri mælikvarðar þannig að við kannski það ekki bara hægt að horfa á einhverja breytingu í landsframleiðslu heldur hver staðan á vinnumarkaði þannig að landsframleiðsla að draga saman atvinnuleysi hefur þá aukist á sama tíma og tiltölulega mikið í sögulegu samhengi þannig að það svona þá hort á nokkra þætti samtímis og hann að núna vissulega eins og var samdráttur í fyrra, landsframleiðsla dróst saman árið 2024 milli ára þannig að eins og ég sagði það hefur klárlega hægt á myndi ekki segja að það væri kreppa en það bara, mismunandi kannski eftir hvað viðmið fólk horfir á og þannig að við höfum verið að benda á það í VFR að verðbólga núna, hún ekkert komin til vegna þess að Þorsteinn hafi einhvern penning milli handana. En ef þú spyrð íhaldsama svona hagsmunadrifna lobbyista, þá muni þeir segja bara eina sem áhrif á verðbólgur laun og allar, ef það há verðbólga þá bara komið til út á launahækunum. Og það algjörlega búið að sýna fram á að þetta ekki rétt. Hækkun launa getur haft áhrif á verðbólgu ef að henni velt beint undir verðlag. En núna hún bara heima tilbúin. 40% af henni út af óstjórn í húsnæðismálum. Síðan innlendar verðhækkanir. Þær verðhækkanir og innlendri vöru meiri heldur en verðhækkanir á erlendri vöru. Festi og Hagar sem að stýra miklu leyti verðlæningu í landinu. Þau bæði með heildsölu og svo með verslanir og þau selja matinn og jável rafmagnið og lyfin og bensín. Þau mjög umsvifað mikil fyrirtæki. Að þau að skila bara rosa fínum hagnaði. Og þetta það sem hefur verið kallað svona hagnaðardrifin verðbólga, ensku kallað greedflation, svona græðgisverðbólga. Og bandarísku forstjóri hann náðist einhvern eitthvað teip svona leynilega, þar sem hann var að segja bara ég elska verðbólgu, ég bara dansa verðbólgudansinn í vonum að verðbólgan fari upp af því að þá missa neytendur allt verðskinn. Og við getum bara hækka verð eins og okkur sýnist. Já. Þannig að það eru líka fyrirtæki sem að græða á því að geta hækka verð. Og hvað myndirðu svona lokum? Hvað myndirðu, ef þú horfir svona næstu ár, ef að segja 5 ár, 5 til, segjum 5 ár, 10 ára oflangt, eru blikur framöndan eða bjart framöndan í efnahagsmálum? Já, nú aftur kemur kannski með óspennandi svar. Nei, ég held að sé bara bæði hægt að segja að það eru klálega blikur á loft og áskoranir hvað varðar alls konar hluti. Og verðbólga ennþá mikil, hún ennþá yfir markmiði. Verðbólguvæntingar eru ennþá líka háar, eins og ég nefndi áðan. Og það verið alls konar svona áföll undanfarið í okkar útflutningsgreinum sem hefur náttúrulega verið mikið í fréttum. Og þannig að þar eru áskoranir að þá hvernig mun ganga í þessum greinum og hvernig útflutningum mun þróast og hvort það hafi síðan áhrif á vinnumarkaðinn og bara störf hjá fólki. Þannig að þar eru einhverjar áskoranir framöndan. En það eru líka bara alls konar bjartir og jákvæðir punktar. Þannig að ég nefndi að anstaða heimilar og heildina bara nokkuð góð og verðbólga hefur minnkað og frá því fyrra og hún spáð að hún minnki áfram á næsta ári og atvinnuleysi tiltölulega lítið. Þannig að það er líka bara margt jákvætt til staðar og sumum atvinnugreinum gengur bara mjög vel, gekk til dæmis vel í sumar ferðaþjónustunni og mikill fjöldi ferðamanna komið til landsins í ár og síðust árum, það sem þá gengur þeim fyrirtækjum betur. Þannig að það er bara margt jákvætt líka. Ég hef alltaf reynst svo rosalega lélegur spámaður. Ég bara einhvern veginn spáil alltaf vittlust um okkur kostningar og eitthvað svona, en ég veit ekki hversu gagnlegt það fyrir þjóðina að ég fara að gera það. En ef ég á bara að taka líðan mína á þessum punkti í dag, þá hef ég svona sagt að ég sé svartsýn en hress. Á sama tíma einhvern veginn og verðlag hækkar þá okkur sagt að launin okkar með ekki hækka einu sinni til að halda í
við matarkörfuna og þetta eru viðfangsefni sem stéttarfélögin að takast á við. Það verið að reyna að brjóta þau niður, það verið að búa til svona einhver umræðum stéttarfélög sem svona eitthvað frekar hallarsleg, en það þau sem eru vörnin. Þannig að ég segi bara verið í stéttarfélögum og standið með þeim. Þar liggur stærsta vörnin okkar gegn því að við verðum bara krist í þrot. Og það það sem að gerast í öðrum löndum að það verið að krista venjulegt fólk í þrot.